Bjössi, til að byrja með, kallaðir í spjaldi? Ég kallaði spjaldi. Nei, ég kallaði ekki spjaldi. Ég hélt fólaþróunni. Þessi lokasókn, eins og Finnur sagði, það var kannski ekki nákvæmlega sem að setja upp, en þú hafðir heldur betur kjarkinn til að setja þetta, sko. Já, það voru nokkrir möguleikar í þessu og ég fekk hann aðeins utarlega, en það skipti ekki máli og 6 sekúndur eftir hann og ég vissi ekki nákvæmlega hvað var mikið eftir. Tók eitt drip, fannst ég vera nokkuð opinn. Bara, let it rain. Þetta handsome shit. Þessi fjórði leikluti sem þeir eru að vinna, nei þeir eru að tapa bara nokkuð stórt, og svo gerist hvað? Ég bara eiginlega veit ekki, við tók leikli voru 6 sekúndur eftir og sögðum að vera nægur tími eftir og ætlum bara að ná nokkrum stoppum, nokkrum körfum og eftir það þá fóru þeir að vera heldur passífir í sinni sókn, bara að passa sig eitthvað og þá náðu ennþá fleiri stoppum og ég og Kristó náðum að vinna pick and roll ágætlega og svo bara var þetta allt í nógu leikur og svo bara að klára dæmi í framlenginu. Það er mikill hiti í þessu og svona, þú veist, það er bara mikil stemning, mikill hiti. Er það eitthvað sem ykkur finnst þið þurfa að gera til þess að snúa þeim svolítið? Já, við erum að leggja upp í að vera aggressífur og vera fastir fyrir. Þannig að það er algjörlega eitthvað sem við leggjum upp með, að ýta þeim út úr hlutunum. Það gengið misvel. Stundum eru allir týndir og erum að leiða að fá allt og auðvelt skot. Þannig að það er klárlega eitthvað sem við leggjum upp með að vera ennþá aggressífur og ennþá harðari í næsta leik. Þið hafið að minnsta kosti ekki verið sérstaklega sannfærandi í svona næstu í 2 heila leiki en eru samt staðan 1-1. Er þetta eitthvað til að snúa einvíginn við stemningunni? Já, ég held að. Það var gott að fá eitt sigurleik undir beltið og svo þurfum við núna bara að sjá hvað var að virka vel og bara lengja góðu kaflana og bæði vörn og sókn, þá vorum við góðir.